Já, halló. Komið þá sæl og blessuð. Það er að hefjast Formúlu 3 Íslandsmeistaramót í hermi kappakstri 2022. Pjá. Ég er búinn að vera að bíða eftir þessu svo lengi, ég er búinn að vera að undirbúa þetta svo lengi. Nú hefst gamanið, kæra fólk. Við erum að fara að keyra á Nürburgring-brautinni, Grand Prix. Það er smá villa hérna hjá okkur. Það er einn. Það þarf að vera einn þarna. Það líður mér miklu betur. Komið einn. Umferð 1 af 9. Við munum keyra 9 umferðir. Það sem eftir er á þessu tímabili. Tímabilið er hérna til apríl. Þetta síðasta keppni sé í byrjun apríl. Nei, lok maí, annað hvort. Við erum að fara að taka 20 mínútur tímatöku núna sem er hafinn. Og það er gaman að við getum hendt upp aukalega hérna tímatöku dæminu við hliðina á. Þarna fáum við það með. Þetta sjáum við keppirnar sem eru skráðir í keppnina í dag. Hérna vinstra megin. Það eru 17 mínútur eftir að tímatökunni og enginn kom með löglegan tíma ennþá. Allir nýlega búin að koma sér út á braut. Við erum að gera Íslandsmeistaramót. Þetta er keypt hérna á GT Akademíunni og Kvartmýluklúbbnum. Og við ætlum að skemmt ykkur hérna með góðri útsendingu líka. Það er ekki nóg að... Já, ég var ekki að fara að horfa á þennan skjá. Já, ég er alveg týndur. Allt í lagi. Já, Rúnar, ég skal bara kynna þinn, baby. Já, ok. Með mér situr hérna Rúnar Örn Eiríksson sem er að fara að stjórna útsendingunni fyrir okkur og sjáum það að við sjáum einhver rétta hluti. Bill Kossa, Aron the Myth, the Legend. Sammála. Já, Rúnar, bladraði eitthvað í liðinu, segðu frá einhverju sem þú sérð og ég ætla að reyna að laga hérna overlið. Já. Það er þess að þegar við getum séð hérna hverjum við erum að fylgjast með núna. Hérna er hann Kalli úti, það er enginn búinn að setja... Jú, hann var Högni að henda í einn löglegan tíma. Og Aron er að laga þetta svo vel að hann tók allt í burtu. Það er langt þægilegast svoleiðis. Ég verð að gera það. Þetta er bara... Það virkar alltaf að endur þessa hluti. Þetta er spennandi að sjá hvar... Það er svona fróðlegt að sjá allavega í fyrstu keppni hvar menn standa, hvernig spilast úr þessu. Hvort að það er einhverju sem ætla að reyna að gera sig á öðrum bara strax í byrjun og sýna að þeir eru ekki komnir til að hafa gaman. Það má geta sigurvegarinn af þessari mótaröð fær 100.000 íslenskar krónur í beinhörðum. Þannig að það er eitthvað til að keppa fyrir allavega fyrir og eins og þetta er sett upp að það eru þessar 9 keppnir og svo er tekið niðurstöðu úr 6 bestu keppnum hjá hverjum einum. Þannig að ef þú heldur þú sett rosa góður og getur sleppt í bara mæti 3 keppnir og við mælum bara með því að taka þátt í öllum. Þú gæti náttúrulega ef þú klikkar í einhverju keppni þá fínt að eiga inni aðra til þess að bæta upp ef það klikkaði eitthvað í síðustu keppni. En á meðan Aron er hérna á öllum tökkunum og þá... Ég hef aldrei verið svona snöggur. Það er eiginlega meiri spenna í því að horfa á Aron græja þetta heldur en að horfa á þessu keppni í augnablikinu því ég held að hann sé hraðasti maðurinn í leiknum eins og staðan er núna. Keppnisklukkan hvarf og hún verður að vera þarna. Segðu mér hún kominn, komdu með keppnisklukku þetta niðri. Jep, Rúnar minn ítt á space fyrir mig. Hún kemur inn alltaf að þú ítir á space hérna í frá. Eða clear taka, eins og hann heitir. Clear, en þá getum við séð. Svo það eru 15 að henda í löglega hring. Og það er Kalli hraðasta hring. Með hraðasta hringinn 1.51.5, Högni þar á eftir 1.51.7, svo Hlynur, Henrik og Yngvi. Eyjólfur var að henda inn í tíma 1.56
En þá getum við séð, nú erum við með honum Högna sem er á öðrum besta tímanum eins og staðan er núna. Stutt á eftir, Karli. Gríðarlega góðu tímar hérna báðum. Já, og það við getum séð hérna hvort að Högni ætla að bæta tíman hans Kalla. Finnst það ólíklegt úr þessu. En spurning hvort að Högni hafi gert einhver mistök sem er komin í rúma 2 mínútur. Kíkjum við bara hérna á Hákon, hann er í einhverju umferð. Með flottan hjálm, með flott lið fyrir á bílnum líka. Gríðarlega flottur. En þú sjá það er allir búin að setja löglegan ring, Lydia reyndar svolítið á eftir Högni að setja hraðasta tíma en Kalli tekur ekki þátt svona vitleys og næri hraðasta ringi bara strax aftur. Þeir eru líklega þarna bara í einhverju runu saman strákarnir. En þá er spurning hvort að Hákon eða Hlynur ætla að gera eitthvað í þessu. Hákon er hérna, sjáðu hann. Að Karl og Högni einu sem eru konur undir 1.51 og í raun og veru einu sem eru konur undir 1.52 þar sem að Hákon í þriðja eru 1.52. En Hákon er hérna lenda hérna í umferð á eftir Lydiu og hún víkur frá fyrir honum og hann missar hann aðeins annað. En er ennþá á hraðaringnum. Já, sjá hvað, hann önnur umferðana fyrir framan hann. Það er farið, þessi hringur er ekki góður. Í síðustu beygir hann missir hann bílinn. Hún Kalla. Þannig að sjáum við að hann setur 1.50, 1.51. Hann nær hraðasta ringnum sinum strax bara á þriðja ring. Þannig að það bara að slá sekundu af. Gamla tímar sínum, Já. svaka vel gert. Svakalega vel gert. Þessi á Lydia er ennþá, Lydia var nú að keyra æfingar á hann og þá var hún komin undir þessu 2 mínútur þannig að ég gerir fyllilega ráð fyrir því að hún hendi hér í hraðari tíma. En þau hafa 10 mínútur til þess og þannig að þetta verður fróðlegt að sjá. Svo verður líka gaman að fylgjast með það því að seinni keppnin er alltaf reverse grid þannig að ef þú ert aftastur í fyrri keppninni þá byrjar þú fremst í seinni keppninni. Lydia Einhvers staðar í pit sýnist mér. Og með tímaskjáin hjá okkur hérna. Síðan það eru allir úti að keyra núna nema Lydia, Lydia hún er í pit. og Alexander missir bílinn. Sé hérna á annari tölvu Alexander er að snúa. Og það var í æfingum áðan, þá voru 4-5 sekundur á milli hröðustu manna og hægustu. Þannig að þetta býður alveg upp á alvöru keppni. 1.50 er sko rosa fínn tími. Sem hafa það alveg á glimrandi kristaltæru sko. Já, Þetta er, já, ég var í lágum 1.51, ég held ég að 1.51.2 eða eitthvað svoleiðis. Og þá var líka bensínu farið að bílnum mínum sko. Þannig að ég var á léttum bíl. Þau stjórna engum það hér, þau var bara alltaf 50%. Sama hvað þau gera. en við getum séð hérna til dæmis með Kalla, hann er að ná 1.50 allavega hérna 2 hringi í röð. 1.51 þar á undan. Þannig að hann, ef að þetta verður race pace 1.51, hann ætlar hann að fara undir 1.50, það er
það væri rosalegt að það myndi ná því. Svo er Það var spurning, litið eitthvað að pæli í hvort að brautarítin væri lægri heldur en áðan. Er það nokkuð staðan? nei, hún er 22 gráður núna, ég held hún hafi verið í æfingum, ég er í nokkuð vissum hún hafi verið bara svipað heitt, sko. Já, mér finnst það endilega. Hvort hún hafi verið 23 gráður, en þessu sem ekki til að tala þannig sé, sko. En það var spurning, ef við kíkjum hérna á hann Hinrik sem ekki að gera neitt, þá kíkjum við ekkert á hann. Hákon hérna á rauðum hring. Það er, sjáum hvort hann að komast undir 1.52. Og Hákon gerir það fyrir 1.58. Hendi sér hann upp í þriðasæti. Það eru 3 núna konur undir 1.51. Mér sýnist Lydia að vera komin aftur út í braut. Já. Svo hún er að klára sinn hring, en þetta er mögulega bara fyrsti hringurinn eftir hún kemur út. Þannig að þetta er þá hringurinn sem að skiptir máli hvort hann allir undir þessar 2 mínútur. Þarna er einhver að skemmilegja bílinn sinn. Fylgjumst hérna með Lydiu sem keyrir fyrir Hel Racing, sem stendur örugglega fyrir eitthvað frábært. Og sýnist hún ekki vera að bæta, jú, mögulega getur verið að bæta hraðasta tíma sinn. En Karl er komin undir 1.50, 1.49.7. Þessi maður gerir ekkert annað heldur en að keyra eftir Hann er ótrúlegur. Ég er ekkert sem ég færi 1.49 hérna nokkur tíman bara. Þetta er alveg svakalegt. Æfingin skapa meistarann segja þér og það virðist vera alveg satt. En það, og Kalli hefur nú er nú ekki óvanur í að vinna keppnir, þannig að hann verður nú að vera einn af þeim sigurstranglegri í þessari keppni. Þetta sýnir hann það með tímatökunum sínum. Það er bara Högni bæti tíma sinn og þá kemur Karl bara og nennir ekki að taka þátt í þessu og fer ennþá hraðar en að gerði. En núna styttist í að Lydia að fara að klára þinn tímatökurring. Hún er stutt hérna, ætlar hún að fara, lítur hún að fara undir þessar 2. Já, hún er sér undir 2. Ég hef verið með henni að keyra á æfingum og hún hefur verið að fara í 1.53 held ég að það hefur verið. Já, hún var hraðar líka bara á æfingum áðan, sko. Já, stressið er að fara að taka á. Já. Fyrsta skipti sem að Lydia keppir í Íslandsmeistar. Vittu nú, kom Hún í fyrir 7. sæti. 1.54. Þá Kom er í það bara 1.54, vel gert Lydia. Alexander og Eyjólfur hana fyrir aftan hana og Kalli aftur að bæta tíman 1.49.6. Það er bara því meira sem bensín Herra, fer á bílnum Högni, því það er nú bara því að Högni fór 1.49.61 Nei, og Karl hann er fór svoleiðis rétt á 1.49. eftir honum. Þetta er, ég held að Jafnara gæti það ekki mikið meira verið bara. Nei, þetta verður fróðlegu kappakstur, erfið fyrsta beygjan. Þannig að það er skemmtilegt að menn halda þessu reynu allavega í gegnum fyrstu beygjuna. Hinrik, hann sé bara sáttu við tíma sinn 1.51. Það er í 5. sæti, það er spurning hvort það sé bara þægilegu staður til að byrja og vonast til að einhverju klikki fyrir framan hann, en það er þannig að það er dómnefnd sem er að fylgjast með þessu ásamt í að leikurinn er náttúrulega með sína eigin dómgæslu og ef að það verður einhver árekstur eða eitthvað vesinn að þá hika er ekki við að henda út öryggisbílnum og leyfa fólki að laga bíla og annað. Reglurnar eru nokkuð einfaldar. Það þarft að pitta einu sinni í fyrri keppninni
verður að gera, eða reglunar eru þannig að það verður að vera liðna 5 mínútur af keppninni nema ef þú skemmir bíliðin á einhvern hátt þá getur þú stoppað áður en þessar 5 mínútur eru komnar og það telst þá sem þetta pit sem hún verður að taka og þú verður að taka það áður en að það eru 3 mínútur eftir af keppninni og þarna keppnistjórn sem að fylgist bara með þessu og þeir hika ekki við að raskella fólk sem að gerir ekki það sem á að gera sem kannski ástæðan fyrir að við Aron sitjum hérna bara í þægilegu stólum. Ég sit ekki neitt Rúnar, ég á flegi ferðin að labba allt. Það er eins og hann hafi verið að fá sko einhverja sprautu í rassinn, þetta er rosalegt sko, hann er búinn að vera svona í 5 klukkutíma. Síðan Formule 1 keppnin byrjaði þá er ég búinn að vera svona, það er 2,5 mínútur eftir að Formule 3 keppnin okkur satt en Karl, Högni, Hákon, þetta var Rúnar, ég var að ræða þessa Formule keppni bara í 10 sekúndur. Jesus Christ. Holy. Ég satt á gólfinu, ég satt á baku eitthvað borð, ég stóð, ég lá, þetta var bara... Það var hlegið, öskra, grátið, skjálfið? Já. Já, skulvum. Þögnin að skelfa, við gerum það. En Högni Ingimarsson í öðru sæti, trónið þar og Hákon Darri búinn að minnka tölvört bilið, sína það að hann ætlar ekki að vera þarna langt eftir en hann er ekki alveg nógu hraður samt með við þessa 2 toppa. Hlynur Már með mjög fínan tíma að pakka Hinrik hérna saman. Og Hinrik er ekki úti að keyra þannig að Hinrik er ekki úti að keyra. Hinrik hefur ekki tíma til að fara að setja ring núna. Þannig að hann getur ná uppbytunarringnum sínum. En ég finnst líklegt að þetta sé endanleg röð nema Högnin á að kreista hérna út bara það þarf ekki mikið sko. Karl Þórsson setja nýjan hraðasta hring. Já, hann ætla bara gull. 1 mínútu eftir. Honum fannst Högni vera óþægilega nálægt sér held ég. Já, eitthvað fannst hann á það. En það eru 6 sekundur á milli hraðasta og hægasta. Ætli Högni sé hérna að setja einhvern hörku tíma. Sjáum við gamlu tíman hans sem hann er búinn að vera að setja hérna, hann er búinn að keyra 9 hringi. Þessi hringi sem við sjáum það var búinn að vera nokkuð stöðugur í 1.50 og ég get ekki trúað því að Kalli geti keyrt 1.49 hring eftir keppni. Nei. Það er bara, þótt að maðurinn sé ótrúlegur og þá er 1.49 hring eftir hring er hægara sagt en gert. Það er nú, hann er með, heyrum hljóðið hérna, hann rispast upp í botninn. Það líka, þarna höfum framlega að Högni sé ekki að fara að gera neina rósir. Of mikill hávað í þessu núna. Allt í lagi, held ég. Já. En þá er tímatakan búinn. Þá getum við séð hérna hvernig hún raðast upp. Það er Karl í fyrsta, Högni í öðru, Hákon þriðja, Hlynur fjórða, Hinrik í 5. Svo komið Lydia, Yngvi, Eyjólfur og Alexander. Setja bensínmagn og dekkjaskipti þannig að það sé tilbúinn bara þegar þið komið á gritið. Sjáum Hinrik vera að tala við keppendur, mæla með, hjálpa til. Fallega gert. Við heyrim sér þarna í keppendum, þið sjáum hver að tala þarna hægra megin. Skulum við fá hérna upp griddið sjálft. Það sjáum við hver í fyrsta sæti, Högni Ingimarsson í öðru. Guð minn góður, svona. Já. Jep, búinn að gera griddið mitt. Stórglæsilegt. Já, þetta er þriðja sæti, Hákon Darri, KPS eSports. Kemur á Hafnarfirði, Hlynur Már í 4. sæti, keppi fyrir Torfæraklúbb Suðurlands. Og Hinrik Haraldsson að keppi fyrir sjálfan sig í GT Akademíunni og sponsor Kísildal. Lydia Rósa þarna, Hell Racing, 7. sæti. Svo sjáum við hérna Eyjólfur Yngvi Jón, enga falla að mynda Inga Jón. Inga Jón kannski bætir úr því. Og Alexander Hauksson hérna líka, ekki með neina mynd, enga fallega mynd.
Ok. Ég er ekki þess að þú átt að gera. Við erum á öðru seti, við viljum fá að sjá fyrsta seti fyrst. Þarna, þetta er Karl Þóroddsson. Kalli fyrst, já. Hörru, góða skemmtun. Og það er, hvað það vanta, það sést ekki allir vera konir, eða hvað? Sjáum við Högna. Bílinn hjá Hákon hérna. Bílinn hjá Hlyn. Bílinn hjá honum Hinrik. Bílinn hjá Lydiu. Það var rosa varlega í fyrstu beygju. Yngvi Jón. Eyjólfur hérna. Gaman þegar menn eru að setja ykkur lifir í. Bara valið allan fyrsta hring. Sjáu þið X-ið þarna, Alexander. Sjáu þetta rosalega X. Þetta er Formule 1 X-ið góða. Þetta er Formule 1 X-ið, þetta er dýraríkjarðinni. Við erum komin hingað. Þetta að fara. Við fyrir að ræsa keppni hérna eftir smá stund. Og það við ættum að sjá Og hefjum við keppni. ljósin fara dett í gang. Hvað og hverju? Nefndi að fara á stað. Það koma ljósin upp. Og það er grænt. Og Karl Kalli er fínu hægur á- starti, Högn er betra start, Já, Kalli töluvert hægur á betra stað. start. Það er, já, svona, statík hérna, guð. komast allir heilir út úr fyrstu beygju. Högn er búinn að taka hérna fyrsta sætið. Kalli í öðru, Hákon þriðja. Högn er búinn að stela sér hérna fremst. Vel gert, hann tók þetta eins og Hamilton bráðan, hendir sér fram úr Verstappen. Þá getur bara strax, eða það er spurning hvort að Kalli ætla að taka fram honum á seinasta hring. Þessi tveir eru okkar, Max Verstappen og Hamilton. Karlinn Þóroddsson í þriðja seti, Hákon Darri, Hlynur Már í fjórða. Hinrik Haraldsson hinn í fimmta. Kom alveg clean hérna fyrstu beygirnar, engin öryggisbíl sendur út. Það er glæsilegt. Já, það er 0,5 á milli þeirra. Kalli hérna öttir hann eins og skugga sinn. Það er ekki að losna við hann. Þeir eru nú samt svolítið að slíta sig frá honum Hákoni sem er hérna í þriðja sæti. Hákon ætlar ekki að hleypa honum langt í burtu frá sér allavega. En við sáum það í tímatökum og það var ekki mikið á milli þeirra. Báðir að setja 1.49 og Yngvi kominn í pittin. Yngvi kominn í pit. Hvað? Hann krassar bílnum sínum, virðist ekki lenda í neinum með neinum, þannig að við höldum bara áfram að fylgjast með. Hann er Við svo sjáum eini sem hérna- fyrir pit og ég samkvæmt töflunni hérna er engin annar Ég er í skemmtur. núna. Yngvi var nú eitthvað að tjá sig, ég heyri ekki hvað hann Einhver að snúa þetta bakvið. Hver var þetta? Þetta var Alexander Hauksson að snúa þarna í bakgrunnin. ætlaði að vera með smá sýningu og þarna var einhver annar að snúa. Þetta var einhver annar. Þetta var hann Hinrik eða ekki? Það geti, Og Hinrik er komin í sjötta sæti, hrunið niður. Hrunið niður listan hérna. Stærsta baratan er hérna, Kalli, ég er í skottlokkinu á honum. Yngvi Jón að koma út úr pittinum. Og sjá, sko, Högni og Karl eru að slíta sér frá, Hákon reyndar kominn og það er meira en 2 sekúndur áðan bilið á milli þeirra, en Kalli er alveg, Karl ætlar að hanga í honum. Glæsileg. Glæsilegt hvað skot. ætlar hann að gera hérna? Ætlar hann að tróða sér hérna fram úr. Þeir á ytri og nei, Högni heldur þessu. Högni rík heldur í seti sitt. Ætlar ekki að hleypa fram úr. Ég minn ykkur á það að þeir þurfa að fara í pit. Þannig að það er einhver hræringur sem á eftir að gerast hérna í þessari keppni.
En á meðan að staðan svona, karlinn að halda sér límdu með hann, þá erum við hvort mjög spennt, það nóg fyrir okkur að gera. Þetta hérna trikk í beygja, sjáu þið. Högni að loka, en hann mikið hægari þarna. Hann Karl gæti ná miklu meiri hraða út. Hann alveg í rassinu á mánum fyrir þessa hægri beygju hérna með löng. Hákon Darri að fá að njóta þess að þeir séu í baráttu þetta. Halda sér vel í þá. Högni reynir að slíta kjölsóði þarna en Kalli bara, það eins og þeir sé að keyra sama bílinn. Og hvað gerir Kalli hérna? Hann kemur á innri og hann kominn á undanum og Nei, Högni snýr! Högni snýr! Allir komnir fram úr Högna núna, nei ekki alveg. Þetta var keyra hann næstu fyrir Lydiu. Eins og hann heyriði frá Högna, hann biðst afsökunar að þessu. En þetta þýðir að Kalli kominn í nokkuð þægilega, nei, Hákon virðist alltaf að sækja bara á hann, kominn undir sekúndu. Og það linur hana 1,5 á eftir Hákoni. En og sjá, Yngvi held ég bara búinn að leggja bílnum sínum. Já, komið eitthvað fyrir hann hjá hann aftur eða? Já, spurning hvort hann út á braut, Yngvi, út á braut. En við sjáum bílið á milli Hákonar og Karls hann í kringum sekúndina. Kíkjum hérna á Hinrik sem að með Högna í rassinum á sig. Við erum eiginlega að finna okkur eitthvað annað en rassinn. Já, aftan á, nei, það gengur ekki betur. Það er spurning hvað það ætlar að segja. Það er að fara að sækja á Hinrik hérna. Við erum mikið upp á körfið þarna. Stutt á milli að Kalli að setja hraðasta tíman 1:51. Og þarna kemur röðin Lydia, Hinrik og Högni. Og Högni ætlar á innri, nei, gefur eftir. Gefur eftir þarna. Högni komið niður í 7. sæti. Nei, og Hinrik snýr. Hinrik snýr! Nei! Þetta verður bara að fylgjast með. Þeir eru allir öfir. Já þetta! Það var að vera að snúa sig. Nei! Duss! Ætli þetta þurfi ekki eitthvað að skoða. Eyjólfur rétt slapp þarna framhjá þessu. Eyjólfur og Högni þarna. Náði þá, hann græddi 2 sæti á þessu Eyjólfur. Takka pent fyrir sig. Það er þá fá keppið snefa frá dómara til þess að skoða. Þarna á milli 29. Það þurfa að fá dómara til þess að skoða. Atvik þarna á milli 29 og Rætt Bindarsson gýrst ekki neitt. En Högni ætlar hérna að drífa sig fram úr Eyjólf aftur. Fer á innri, fer þægilega fram hjá honum. Hinrik þá eftir Eyjólfi núna. Þú verðist vera að sækja á hann bilið svo á milli Gjalds og Hákonar ennþá bara í þessari sekúndu. En hvað gerir Hinrik hérna? Hinrik ætlar að reyna á innri. Eyjólfur var snerting eða Eyjólfur að koma sér frá, það er spurning. Og Eyjólfur snýr. missi bílinn hana. Það er Karl þarna fremstur, nokkuð öruggur. En stutt fyrir aftan er samt Hákon Darri. Högni fyrir pittinn líklega, mögulega var hann fyrir einhverju skemmtum í þessu þegar hann fór hann að knúsa hann Hinrik. En þeir náttúrulega verða að stoppa allir einu sinni, þannig að mögulega geta bara verið að taka sitt. Hinrik, nei, ok. Hvað er Hinrik? Getur skýrt á Hinrik fyrir mig?
Henrik, Þarna var nefnilega reykur, sem sjáuð. Já, Hann var en eitthvað að það snúa var- þarna. Þá var það það var- Högni líka. Nei, það var Alexander sem var þarna hvað með aðeins Högna? að- Kíktu á Högna fyrir mig. Högni var að fara inn í pittin. Hann er 8. seti. Já, það er líklegast bara því hann er búinn að taka Já. pitstoppið sitt. Hann var bara að taka pitstoppið sitt, skil. En þá Slæmt, getur hver hann og leir. keyrt núna í þessa 21 mínútu án þess að stoppa og allir aðrir þurfa að stoppa. Og já, þá með engin mistök heldur vera. Nei, það er spurning, vitum við hvað pitturinn er að taka? Cirka bara langan tíma. Já, er þetta ekki 20... Sko, þá getum við nú, heldur maður ekki eitthvað enna í þessu pit-infói hjá okkur. Nei, þá sjáum við bara þetta. Ég bætum því við setna þá. Það er Högni sem við erum að spá í hér. Hann var 23,6 sekundur á í pittinum, já, Í heildina. pittinum, já, En það er- stoppar í 4,7 sekundur. Þannig að hann er að taka hann smá bensín til þess að, já, líklega að taka smá bensín hann til þess að vera öruggur með að komast alltaf leið, sko. Já, þeir verða að stoppa. Hákon að setja hraðasta Hákon hringinn. setja hraðasta hringinn og strax á Hann er eftir komin honum. undir sekundu. Karl farin að finna pressuna, sko. Og það er... Þetta er svona baráttan hérna, svo er hérna, ég ætla að Högni, líklegt að Högni fara að gera nú árás á Eyjólf fljótlega. Sáum Eyjólf gera nýtti sér mistök Högna og Hinrik sáðan, tóku þau sætið þeirra beggja og svo tóku þau bara sætin af Eyjóli þegar Eyjóli misti bílinn í beygju, en Högni hérna fast á eftir Eyjóli og hann er kominn fram úr Eyjóli, þakkaði bara pent fyrir sig og hvað stinga hann af. Það var næsta fórnarlamb fyrir Högna hann Alexander sem er hérna rétt fyrir framan sekúnda í hann. En við sjáum svo að það er bíli sko frá 3. upp í 4. og 5. er freka mikið og þannig að ef að Högni ætlar að eiga séns á fyrsta sætinu hérna þá þarf hann að treysta á mistök annar og við sjáum hérna að það er búið að skoða atvikið á milli Hinriks og Högna þegar þeir fóru út af og ætla ekki að refsa þeim. Já, þeir fóðu sem þetta ekki eina refsingu fyrir eitthvað unsafe entry eða neitt svoleiðis, en það var þetta eins svona örugt og hægt var, kannski. Já, með að aðstæður kannski verið verra ef að Eyjólfur hefði þrumað inn í það báða. Helgi 11.24 segir Karl á að vinna þetta. Hákon Darri takir fyrsta sæti, það er möguleikin nefnilega, Hákon er klókur. Já, við sjáum að Karl er ekki að slíta sig frá Hákoni. Hann er ekki að því, en við sjáum minna tímana hjá þessum drengjum. Já, fáum þá hann Hákon fyrir ekki. Þetta eru síðustu tímetrar hans. Hann er að fara, ég er núna búinn að vera að fara í 1.50 og meðan Karl er búinn að vera að fara bara nánast að sama. Rosalega, þetta milli er að það er bara með svona lap comparer, svona. Já, Það er næstu í tilbúið, það verður tilbúið kannski fyrir næstu útsettingu, kannski. það er aldrei að vita hvað er dettur í hug að bæta við í þetta. Það er aldrei að vita hvað með text að Já, koma inn. það er Ég er búinn að endalaust að hugmyndum, sko, en hvað með text að koma inn er annað. En svo sjáum við að Högni er búinn að taka fram úr Alexander en þá þarf hann bara að setja hausinn niður því það er 28 sekundir í Lydiu í 4. sæti. En Lydia á eftir að stoppa á samt fremstu mönnum. Bara Högni, Hinrik og Högni og Hinrik sem eru búin að stoppa og Yngvi náttúrulega er ennþá stopp þar sem hann ákvað bara að fara heim til sín held ég. Þannig að sjáum við merkt við hverju eru búin að stoppa og hversu oft eru búin að stoppa. Já, það lítur út úr fyrir að Yngvi Jón hafi bara tekið eitt spinn og hann með það búið.
Jesus Christ. Allt eins og að vera hérna. Allt under control. Hákon tekur þetta segir Joe Pjó. 27, já. Við skulum vona það. Já, þú skalt vona það. Við ætlum ekki að vona það. En það er spurning hvernig er alltaf að spila hitt strategíunum sínum. Hvort að Hákon muni elta Kalla inn eða hvort að Hákon ætli bara skella sér inn þegar honum hentar. Og þetta er líka erfitt fyrir báða. Það er bæði erfitt að vera elta en það er jafn erfitt að vera með einhvern í baksinnispeglinum hring eftir hring og þú sérðan aldrei vera að fara lengra frá þér. Þú erum í stöðuga pressu á því frá honum Hákoni til dæmis í Kalla tilfelli. En það er svona, það virðist vera búið að róast heldur betur niður nema þessi baráttan fyrsta sæti sem er einmitt það sæti sem við viljum helst vera að keppa Ashland er að rósa hérna fyrir UI Production, takk fyrir vinnar! Takk fyrir! Ef við myndum sjá viðbröðum við Arni. Ég dansaði. Ja, hann dansaði. Það er ennþá bara þessi sekúnda hérna hjá Hákondara. Já. Þetta er magnað. Og Kall er að setja sko hraðasta hring. En Högni er reyndar ekki komin í 1.49. Já, Hákon er ekki komin í 1.49 en sjáum að Kall fer 1.49 en bilið ennþá í kringum þessa sekúndu. Það er bara spurning hvar Hákon getur fundið sér einhver sekundu brot til þess að sækja á hann. Við sjáum svo Hlynur hérna sem keyrir fyrir torfæruklubb á Suðurlands. Hann er bara þarna í einskinsmannslandi. 5 sekundur í þriðja sæti og 18 sekundur í Lidíu fyrir aftan sig. Ætli Högni stökk ekki í 4. sæti þegar hann hoppar í pittin? Jú, það eru þarna 18 sekundur nei, 23 sekundur já. Jú, það er sennilega nægur tími sko. Já. Högni sjálfur var í heildina í 20 og hvað? Það var í 23, 6. 20... Okkur smellir þetta ekki á fyrir mig. Þannig að Högni, hún er góður. Já, allt í lagi. Og pitturinn, þeir eru búin að vera að taka pittin á svona 23 sekundur með því að keyra inn, stoppa út. Við stopp í kringum 5 sekundur. Já, þetta er 20, já, jú, það er allavega mjög þétt þegar Lídía kemur út úr pittinum. Og það er eins og Högni sýndi okkur á hann og þá er hann hörku bílstjóri þannig að hann gæti alveg saxað niður þetta fórskot áður en að Lídía fer inn. Og hérna Alexander í 7. sæti, hann er splunkunýr bílstjóri á okkur, algjörlega splunkunýr og hefur verið búinn að keyra hermi eitthvað í vel innan við ár. Þannig að það að hann sé hérna bara í 7. sæti að standa sem með fólki sem hefur verið að keyra tölvöld. Aldrei að tala vel um neitt. Ég ætla bara að hætta því. Þetta er the commentator's curse eins og þið kalla þetta. Þetta er ekki fyrsta skipt sem ég gerir þetta. Þetta verður ekki það síðasta heldur. Ég mun aldrei hrósa neinum hérna frá. Aldrei. En við sjá Hákon ennþá bara þessari sekundu fyrir aftan. Það er bara... Every time. Þetta er ræðilegt. Að spinna fólki hérna vissi vagn. Verið að skamma Aron á Twitch-tjattinu. Þegar maður á vissulega skilið fyrir að eyðileggja þetta fyrir Alexander. Já. Þetta niður í 8. sæti eftir þetta ævintýri. Við sjáum bilið hjá Högna er komið í 20 sekundur á hann Lidíu. Þannig að ef að Lidía fyrir inn þá ætti Högna að vera þægilega fyrir framann hana en Alexander tekur pitstoppið sitt. Já, á 9. hring fyrir hann í pitstop. Það er 9. hringur, þannig að þetta er kannski 21 hringur sem þeir eru að fara að taka í heildina. Já. Það er...
En sko, Högni er samt í mjög fínum málum í raun og veru ef hann, já þannig, hann næri Lydia þegar Lydia fyrir í pittin Já, og mögulega gæti náð allavega komist töluvert nær Hlyn sem á líka eftir að stoppa. Þannig að hann á inni allavega einhverja 23 sekundur á áður bæði þótt það er vissulega 40 sekundur í Hlyn en hann getur gert mistök eins og hver annar en sjá hvað er að gerast hérna. Hákon komin alveg komin í Kominn vel að hálfa honum. sekundu á eftir honum. og ekkert slysur orðið, ekkert svo liðist, hann er bara að sækja harkalega. Já, mögulega hefur Karl Hérna- aðeins mist bílinn í einhverju beygju. Hinrik fór í pitt á þann og Alexander líka búinn að vera í pitt. Alexander er samt alveg heillir í sekundu rúmri meira þess að á undan honum, eða sko fljótar en hann að taka Já. pitt. Þeir báðir taka augljóslega bensín þarna, þeir taka 5 sekundar stopp. Já, Þá eru þeir að skvetta væntanlega bara einhverjum 3-4 lítrum á bílinn bara til þess að ná síðustu metrana. til að við höfum nú séð það í þessum keppni þar sem að fólk er að rúlla í gegnum línuna á einhverjum gufum og hann Hinrik, eins og hann segir sjálfur að fræktur orði, sleppti að taka bensín í einni keppni og vann hana á einhvern ótrúlegan hátt. Það Já, verður hann- eiginlega bara að segja, það var Karl mist hann fram úr sér þarna alveg, já mist hann fór í pittin og Hinrik sleppti bara og Hinrik fekk að hanga bremstur og Karl náði honum næstu því hann náði honum ekki samt. Þetta er bara um sjötta sætið. Eyjólfur og Hinrik í baráttu. Ansi þétt þarna uppi líka, sjáum hvað gerist hérna samt. Algjörlega. Hinrik er að hóta og Hinrik er að vera með stæla. Eru Nei, Nei. hann gefur eftir hana. Hinrik gefst upp. En Heyrðu, hvað er að gerast hérna? Uss. Hákon fyrir aðeins Það er utarlega. ansi stutt hérna líka. Hinrik er að fara fram úr. Yfirlið. Ertu tilbúin á einum, Rúnar? Ertu tilbúin eða skildu þið? Ég fylgst með tímunum. En Hinrik, hann nær honum ekki hérna, en En hvað, ætlar hann að reyna hér? Nei, þetta er hræðileg beygja til að reyna það. Maður þarf að ná ræð. Já, Svona hraða út. þetta. Og nei! Ekki nægur hraði fyrir þetta, en nær hann hraðar exit hérna út. Þetta er einu sem við þurfum að fylgjast með núna. Það er bara að stækka bílað milli Hákon Starra og Karl. Í baráttunum fyrsta seti. Hérna erum við að horfa á. Hinrik reyna að tróða sér fram úr. Eyjólfur Lill sem komst í sjötta seti. Hann er á innri línunni og þetta er mikið. Sjáum þarna. Eyjólfur rennur aðeins til hliðar á bremsunni. Og Hinrik. Þið sem hafi keyrt Formule 1 leikina eða einhvern formúlubíl í einhverjum, það er töluvert erfiðar að keyra þessa Formule 3 bíla. Það vantar allt grip meðan við Formule 1 bíla. Svona eru þið hérna að dansa, þó þið séu bara með 200 hestafl að renna þessi bílar alveg. Ég minnst að 220 hestafl held ég þessu. Virkilega skemmtileg bílar til að keyra. Þarna er hægari bíl að hleypa fram á sér. Alexander að hleypa fram úr. Vel í gert hjá Alexander. Hann kann þetta Hákon kominn hérna. alveg í afturendan á, eða alveg aftanað einhvern veginn. Í undir. Sjá hann kalla að fara alveg eins vítt og mögulegt er og væntanlega að taka incident-punkta þetta á þetta. Það var gaman að setja það yfir útsettinguna líka, þannig að við sjáum Hákon, hvort við séum nokkuð að sjálfsögðu- nálgast. Uss! Næsta Komin á beygja. overview þarna, glæsilegt. Hákon er. Nei, og Karl læsir ber út. Uss! En Kalli gefst ekki svo auðveldlega upp. Og Hákon hérna innri nær að, nei, Karl hann tölvert hraðar út úr þessari beygju. En þeir eru lifin. Uss, komin aftur fram úr. Hérna verður Lokar hörku vel barátta. á Hákon hérna. Það Og eru 5 hringir í eftir og 25 stig í boði fyrir Íslandsmeistaratitilinn. ég held að Alexander sé hérna fyrir aftan og hugsa bara Samuel Landon Norris hugsaði í morgun. Ég ætla ekki Ég er að bara vera með fyrir. besta útsýnið. Ég ætla bara ekki að vera fyrir, en ég er með besta útsýnið af öllum. Hákon Darri, hann er spansaðar af Kís, nei af hérna
Bike Cave, ég ætla bara að segja ykkur það því að sést ekki. Hinrik að tala um 360 sem hann var að taka. En við erum að fylgjast með of spennandi hlut til þess að vera að sjá replay af því, er það ekki? Jó. Sérstaklega hérna eftir þennan kafla, nei hann næri ekki rönnin á hann. Þetta er ekki staðurinn. Og svo Henrik komin í pittin eftir þetta 360 líklega sem hann var að tala um. Props og camera direction og camera workið á rétt, Rúnar að standa sér hérna eins og hetjar. Hinrik komin inn í pitt. Sjáum. Hákon hótar honum. Hann er allt og langt. Allt og langt í burtu. Mig klæjar mig langar svo að sjá Hinrik spinna hana. Þetta er ekki Hinrik. Þá fyrir við bara að skoðum Högna. Þannig að sjá Hinrik. Og þarna snýr hann. Bara Jájá, tekur 360 og kemur svo aftur hérna braut. helviti þægilegu snúningur. Álega barátan. Við skiptum máli. Það sjáum líka að Hinrik er að sækja á Alexander. Það er bara um 7. sæti. Þetta er bara um 1. sæti. Við sjáum svo að Kalli gerir mistök á hann. Missir Hákon fram úr sér. Hann er að svara honum. Hinrik var að hoppa fram úr. Hinrik komið fram úr Alexander. Hinrik búinn að taka pitið sinni það ekki. Jú, hann var að koma út úr pittinum. Alexander var með besta útsýna á baráttunum 1. sæti á hann. Hinrik hefur verið öfundsjúkur og vill komast nær þessari baráttu. Bara til að fylgjast með. Skila hann alveg. Ég myndi líka vilja vera nálægt þess en ekki vera fyrir. En hvað er að gerast? Hákon hótar. Þeir fara báðir í pittin. Kalli hótaði eiginlega að hann ætlaði ekki í pittin en neldi sér inn hana á allra seinustu stundu. Gæti ekki verið meira spennandi að sjá hvað gerist núna. Hvort, er einn að taka 5 lítra bensíni, hinn að taka 4, skilur þú hvað? Það er spurning. Sko, 3 ár eftir að þessari keppni. Allir að drífa sig inn sem er ekki búnir að fara inn. Hann Hlynur, Hákon, Karl og Eyjólfur og þeir eru farin að staða aftur. Línum við einhvern annan. Og svo allt í botn og Hákon Jökulsson aðeins lengur í pittinum sjálfum. 4,7 sekúndur á hann en 4,4 sekúndur á Karl Þórodsen. Jafn lengi á brautinni sjálfri en munaði þetta pínu lítið sem græddi virtist mjög lítið á. Já, en hann Í Asland er þetta hörku keppni, það er það! Þetta er fyrsta umferðin í Íslandsmeistaramótinu og hún er gríðarlega spennandi. Hún er eins og F1 keppni kannski í dag en come on! Þetta er svo byrju Hákon nær. Koma svo. Jú, hann á innri eitthvað nú. spennandi. Nei, nær fram úr hann. Þetta var komið undir 0,0 hana hjá þeim. Hákon eitthvað gefa eftir. En þeir eru Þetta er eins og þú sért að keyra við sko Ghost hérna eins og í gömlu bílaleikjum. Þetta er hraðast að hringiðin og svo Má sjá. Hverjir eru eftir að fara í pit? Það er bara Lydia. 4. sætið. hvað er mikill tíma eftir að þér? Keppninni. Þetta er bara að gerast núna. Og Lydia er ekki búin að taka 3 mínútur held ég. Við sjá hérna á þessum hérna tap. 3 hringir eftir. Það er það sem er eftir. En Lydia á eftir að taka pitstoppið sitt. Gæti orðið verulega dýrkeypt ef hún ætlar að sleppa því. Lydia á eftir að taka pitstoppið sitt. Hún er liðin út á tíma með það. Þetta er klúður. Það bara verður að segjast. En Hákon að gera sér, Karl að gera sér breiðan. Hákon að leita á einhverju hurð sem að Karl á að hafa skilað eftir opið en bara að fara utar til að ná inn á hann hérna. Kemur og Kalli tekur innri í þessa vinstri beygju.
Þeir eru að lenda núna í umferð og núna þurfa þeir að drífa sig frá. Lydia fer inn í pittin núna. Það eru tveir hringir, 2 mínútur. Ha, 2 Lydia hringir? er að fara í pittin núna. Já, hún er of sein til þess. En það hvað gerist hérna, þetta mun Karl gera einhver mistök, mun Hákon finna einhver hólu til að róða sér í gegn. Bíllinn hans Kalla virðist vera 2 sinnum breiðari. Og Eyjólfur hann að færi sig frá, hleypur þeim. Og það er Alexander sem þarf að víkja fyrir þeim næst. En þeir Hvað er eru þetta með gerði vitlaust? Lydia ekki sátt eins og við heyrum. En ætli hún fá ekki allar útskýringar á því eftir keppni. Eftir þessi keppni eða eftir næstu keppni. Það er Hákon fer einhver að hoppa þarna yfir eitthvað og Alexander ákvað bara að fara út af brautinni til að vera ekki fyrir. En sjáu hérna Karl gerir bílinn sinn bara tölvöld breiðar en hann er og Högni allar að sýnir sig en er ekki nógu nálægt. Og það er seinasti hringurinn, það er núna sem að Hákon þarf að gera árás ef hann ætlar að hirða fyrsta sæti að Karla. Þeir með eiga til búið að vera bara skuggalegur akstur. Skuggalegur akstur hjá þeim báðum og Slæmkemni á mér. og hvað gerir Hákon? Hann ætlar að fara hérna reyna að tróða sér inn. Nei, Karli var með betri línu. Það er svo lítið á milli og það er stórkostlegt að fylgjast með þessu að þeir eru ekki að gera nein mistöku sem að aðrir hafa lent í smá óhappi en þeir eru búin að vera í algjörum sérflokki í þessari keppni og þetta nema ná að klúra þessu hérna á síðustu bauganum þá eru þetta menninni sem eru að fara að ræsa aftast í næstu keppni og þá þurfa þeir að vinna sig í gegnum alla aðra og þá er ekkert blátt flagg til að hjálpa þeim en Hákon gerir hérna árás og Karl er með betri línu. Þeir eru orðni, ég held að þeir séu bara nánast orðni bræður eftir þessa keppni þeir eru orðni svo nánir sko. Og síðustu meginni. Það er Karl hafði ekkert að ná milli. Heyrum við minna. Við sáttum með þetta, heyrum við drekkt í Kalla enda. Þetta var test Hákon. Svakalig bara að þetta millir og tryggja. Vel ekki, þetta var ógeðslega gaman. Þetta var rosalegt. Nóg ekki að hafa fengið að vera með þetta. Rosalegt. Ég ekki segi, ég ætla ekki að leyfa að heyrast í beinni að ég hafi talað lélega íslensk. En nú verður fróðlegt að sjá, núna eru Karl og Hákon þeir ræsa aftast og Högni sem náði að vinna sig upp í 4. sæti hann er fyrir fram á ráslínunni þannig að hvað mun hann ná að svara fyrir sig fyrir þessa keppni í raun og veru og ætla bara að byrja tróða sig strax í efsta sæti en það í næsta keppni þá er ekki skylda að stoppa. Nei. En það ætlar enginn að ábyrgjast að bensinið endist. Það ætlar að vera í botni allan tíman. Nei. Og við byrjum í vörðskritt, þannig að Karl og Hákon verða algjörlega aftastir í rauðinni og þurfa að vippa sér í gegnum þöguna. Högni Ingimarsson sem einn af þeim hröðust á þessu gritti byrjar þarna mitt. Hann verður í 4. sæti, hann á aðeins meiri möguleika á að ná sér í hærri stig núna í seinni umferðinni.
seti keppninni fyrir gefið. Þetta fyrir fyrsta umferðin. En svo spurning, sko, Lydia sem endar þessa keppni núna í 7. sæti, að hvar hún að fara, þú veist, hún að fara að detta niður af því að hún tók ekki pittið sitt á réttum tíma? Já, hún fær þarna stóra, refsingu fyrir það frá keppnistjórn. Þannig að Við kíkjum hérna bara á hvernig niðurstöðuna voru í þessari keppni á meðan og þá Karl var hann í fyrsta sæti, Hákon 0,1 fyrir aftan hann. Það ótrúlegt að fylgjast með þeim. Svo Hlynur hann að þá fór það. Hlynur var samt í 3. sæti. Þægilega svona 15 sekundur í hann eða í annað sæti fyrir Hlyn en það verður spennandi að sjá núna næstu keppni. Þá þurfa hröðustu menn að taka fram úr öðrum og þá getur myndast gríðarlegur kappastur og þá spurning ætlar menn að pitta til að taka bensín eða ekki. Við sjáum hérna að bíl nr. 6 sem Lydia fær refsingu þar sem að hún fer inn í pittin þegar það eru inná í 3 mínútur eftir að keppninni og svo á einhver eftir að rífa bara fram reiknivélina sína og reikna út hvort að hún haldi sætinu sína á því eða ekki. Það hafi verið 20 sekundur í næsta bíl cirka. En þá verður röðunin næstir þá að Lydia með þetta. Lydia og Henrik byrjaði á fremstu línu. Alexander og Hlynur þar á eftir, Eyjólfur og Yngvi, svo kemur Hákon. Og ég bara að bylla í ykkur, þetta bara einhverju uppröð. Ég get samt, ef við förum hér. Ertu að fá að sjá uppröðuna fyrir núna? Nei, fyrir ekki, svona. Þetta eru niðurstöðunar úr síðustu keppni. Já, þetta eru niðurstöðunar úr síðustu keppni. Við sjáum að Lydia hún þægilega á undan Eyjólfi, þannig að öllum líkindum, þannig að mögulega muni sér refsingi ekki hafa neinn áhrif á hana. En uppröðin verður þannig að ef að hann Yngvi búinn að púsla saman bílnum sínum, þá byrjar hann fremstur, annars það Alexander, svo það Eyjólfur þar á eftir, Lydia, Henrik. Svo kemur Högni sem er búinn að sýna okkur það að hann með hraðari mönnum í þessari braut. Hlynur byrjar þá 3. seinasta og svo verður það Hákon og Karl ræsir aftast. Að það, sko, spurningin þeir verður þessi hálftíma keppni. Ætla að fara varlega til að byrja með, bara upp á það þurfi ekki að vera að taka fram úr í fyrstu beygju eða fyrstu beygjunum þar sem að verða allir saman og ætla að eiga einhverja hættu á því að krassa. Að við sáum eins og Högni lendir í, hann missi bílinn og lendir þarna í vera aðeins að knúsa hann Henrik og tapar raun og gríðarlegum tíma á því en nær sér samt aftur upp í 4. sæti. Var á tímabilið hann að 25 sekundum á eftir Lydiu sem var þá í 5. sæti en átti eftir að taka pitstoppið sitt þar sem að Högni var búinn að vinna niður það bíl nokkuð þægilega að fór fram úr henni í pitinu án einhvers konar vandræða en þannig að þetta mér finnst bara eiginlega of langt í næstu keppni. Það verður, ég get eiginlega lofað ekki því að þetta verður ekki minna spennandi. Og ef að Högni og Hlynur fá að taka þátt í þessari baráttu með 1. sæti að það verður eitthvað. En við sjáum hérna að flestir
er að gera fyrir ykkur lið, Hákon fyrir KPS e-sport, Hlynur Már fyrir Torfæra klúbb Suðurlands, Hinrik GT Akademíuna, Lydia fyrir Hill Racing og Eyjólfur fyrir Mötley Crew. En það nú styttist vissulega í það að þetta keppni fyrir að byrja. Þannig að við vonum bara að fá eins kappakstur eins og við fengum, spenna bara nánast frá fyrstu beygju og lítið af mistökum. Þetta er alltaf einhver mistök, fylgir þessu svolítið. En það er, núna geta aukumenn aðeins tekt úr sér og þurrka svitan. Nú er pásan að verða búin, þannig að fólk þarf að fara að koma sér á ráslínuna hvað og hverju. Heyrðu, þetta var þrælskemmtilegt maður. Gangi ykkur vel. Rosalegt, gangi ykkur vel. Bíll 1. Það er að byrja núna. Og þá erum við farin að það Yngvi Jón hefur komið aftur. Það ætla að fara, hvað ætla að fara 4 í fyrstu beygju? Nei. Nei, ekki alveg. En Högni og Lydia fyrir innri á Högni rólegur þarna. Lydia tekur annað sæti og það verður ef það verður ekki þessi taki, það var þessi taki sem að ég ætla að eita á. Yngvi Jón hendi fyrst ennþá. Vel gert, heldur því. En við sjáum að Karl er komin upp í 8. Högni strax komin upp um 1 sæti þarna. Já, og Hákon og Karl líka búin að henda sér upp um 1 sæti báðir. Ákvað að fara fram úr honum Eyjólfi. En það er, við sjáum hérna Hlynur er hérna á þessum McLaren bíl, gulum og bláum, eldur Högna og Högni og Yngvi, Högni komin upp í... Högni komin upp í fyrsta? Nei, hann er bara komin upp í annað og Lydia í fyrsta setinu. Það er bara svoleiðis sko. Hákon Darri segir eitthvað, sorry vantarlega. Og við sjáum Högni... Lydia í fyrsta sæti, ekki ánað við þessa refsingu á hann allar að keyra eins og brjálæðingur núna. Fíla. Sjáum hvað Alexander missa hérna. Það er Karl að fara fram úr. Alexander hérna. Hákon. Sturðan voruði nálægt. Hinrik hann alltaf að skjóta sér en þorði ekki. Alexander varði línuna og var vel fyrir. Eins og að maður á að gera ekkert að vera að hleypa fram úr sér. Einhver að snúa hann að fremsti bíl. Það er Lydia. Nei. Nei, þetta Það er var Högni. Nei, hann er Hlynur. Jú, þetta er hárrétt, það var Hlynur. Og hann ákvað að snúa honum og svo kissa vegg. En bara þetta Högni er í skottlokinu á Lydiu. Nú sjáum við Hákon í 3. sæti rétt á undan Karl sekúndu eftir honum og Hákon kom beint fyrir aftan Högna. Þeir Hákon og Karl ætla bara að drífa sig upp í fyrstu sætin. Þeim finnst leiðilegt að vera aftarlega, þeim finnst leiðilegt að horfa á aðra bíla að keyra. Nú vantar Högna að komast fram úr Lydiu sem fyrst áður en að strákarnir fara að ná. Því þau eru að fara hægt hérna meðan þau eru í bullandi baráttu. Já, Lydia getur líka verið að hægja hérna á honum Högna og hleypt þar leiðandi Hákon og Karl nær. Þannig að það sem að Högni vill gera er bara að drífa sig fram úr Lydiu og leyfa Hákon og Karl að eiga við Lydiu. En Lydia ætlar ekki að gefa honum fyrsta sætið, hann ætlar að láta hann vinna fyrir því.
og við sjáum að Hákon er innan 2 sekúndum á eftir Högna og Karli þar 1 sekúndu á eftir honum. En það er nóg eftir að þessi keppni. Hlynur kominn 25 sekúndur á eftir fyrsta bíl eftir að hafa mist hann og svo Högna ætlar hann að reyna þetta, nei, þetta er ekki staðan heldur. Hann reynir að ná exitinu út en Lydia keyrir eins og bara Peris í dag. Fyrir og fyrir og fyrir. Það er eins og Lydia sé með Hákon í liði hérna. En Högni er hérna alveg í ætlar að Ná taka fáum við að sjá innri. eitthvað gerast. Lydia reynir að loka á hann en átti að sjá því að hún er of sein í það. Já, Högni komið fram úr en nær hún, nei. En hann sjáum Og við Högni Hákon lokar komin á. alveg í þau. og þá er ákomið að Hákoni að reyna að gera það sem að Högni geri. Hlynur kominn inn í pittin, hann hefur líklega bara þurft að keyra rólaði hringinn og svo láta laga bílinn sinn. Og minna Alexander komin í 9. sæti. Smá missa bílinn sinni þaðan. En nær fram úr Hlyn þar sem Hlynur þurft að fara í pittin. Já, Hlynur er skellið Við sér í sáum pitt. Hlyn hann að vera að komast að út úr pittinum. Hlynur er vantilega að ná sér í smá bensín og hreint loft fyrir framan sig. Sjáum hérna Ingvar Jón skjóta sér aðeins út þarna. Eyjólfur, Mötley Crüe. En hérna er Hákon komið bílið 0,1 og ætlar að stinga Niður á sig innri, jú, þarna. þetta er innri. Vel gert Lydia, hún er algjörlega sleikinn hana. Hún ætlar að leyfa þessum strákum að vinna fyrir þessu. Íðalega flott spoilermerkingin hana hjá honum hana Hákon. Já, finnst þið það? Já, skellt þetta einu snöðin hana, við erum helviti góða þetta. Já, hljómar eins og það hafi einhverja tengingu við þetta en ég er bannað að dæma. En þá er núna er komið að nú þarf Hákon að fara að sækja á Högna á meðan Karl þarf að fara að sækja á hann Lydiu. Já, við Karl hérna í 4. Hann er rétt á eftir Lydiu. Hákon núna sýnist mér. Já, hann er búinn að fara fram úr. Svo mikið svoleiðis. Já, Já, Karl er að sækja á Karl svolítið. Alveg 2,7 sekúndum eftir Högna í fyrsta sætinu. Þannig að hann þarf að keyra ansi stíft til þess að komast í fyrsta sæti og ná sér í 25 stíginn. Það er svona eins og myndaðalega gæðin að vera að slæta. Já, það er sleipt þarna eini hálkubletturinn á Nürburgring er þarna mitt. En Lydia hengur í Hákoni bilið undir sekundu þar. En það er óþægilegt að vera með Kalla á hælunum á sér. Ég þótti engum manni að hafa einn villtan Kalla á eftir sér. Og hvað gerir hann nær? Fyrir þetta og Lydia lokar á hann. Hann er bara á fljúgandi siglingu. Og Lydia fer hann aðeins út af brautinni. Það er spurning hvort hún fái einhverja punkta fyrir það. Mega fá ef þú fær 20 punkta þá þarf að fara í drive-thru, þarf að keyra í gegnum pittin. Þú fær 10 þar í viðbót. Ég ætla að minna ykkur á að fara inn á gta.is/Íslamót. Þar er þetta að kjósa keppanda dagsins. Hann er gaman að þið myndu öll hendi ykkur í það. Glimtum reyndar alveg að henda þessu upp á óvilegið svona aðeins fyrr. En þú veist, þetta er komið allavega núna. Allavega núna. Þannig er þetta Högni að setja hraðasta feit hringinn. út. Við erum þetta aðeins aftur inn. Bara svona til þess að minna ykkur aðeins betur á þetta. En Karl á eftir Lydiu hérna. Sér það alveg, þetta er ekki staðurinn til að taka fram úr. En hann þarf að drífa þessu þegar bíla á milli Lydiu og Hákons er komið núna upp í rúma 2,5 sekundu. Það er það bíl sem að Karl þarf að ná fram úr Lydiu. Svo þarf hann að vinna þetta bíl sem að Hákon er að fá eða græða á Karl á meðan Lydia
er að verjast svona bara eins og einhver skepna sko. En það er spurning, það eru 20 mínútur rúmar eftir af þessu og það er ekkert grín að vera að verjast stanslaust í 20 mínútur. En það er spurning hvernig Lydia ætlar að spila þetta, ætlar hann að verjast, svo eftir Karl Hinrik, en hann er 2 sekúndum á eftir Lydiu og ef við sjáum þá er Kalli búinn að vera að taka hringi núna 1.52 og hann var að taka nokkuð stöðugt 1.50 en bilið á milli Hákons og Högna er núna komið undir sekúnduna. Við fylgjumst með þess að við fylgjumst líka með töflunum hvort að Karl ætlar að gera eitthvað árás á Lydiu. Hákon Darri er rétt undir sekundan eftir Högna. Þetta rakkt hann og reynda niður eins og hann hafi náð að bremsa eitthvað töluvert seinna heldur en Högni. Svo er spurning hvort að Karl ætlar að reyna að bremsa seinna. Ná exitinu út. Þessi myndavéla armur hérna er alveg æðislegur. En það er maðurinn sem er á þessari myndavél er enda svolítið í ringlaðu stundu þegar hann er búinn að vera að snúa sér í ringi. Já. En það er hans vandamál. Það er bilið á milli Hákons og Högna minnkar og minnkar á meðan bilið á milli Lydiu og Karls er bara þarna 0,5-0,3 skiptist þar á milli meðan Lydia segir bara nei, þú mátt ekkert fara fram úr. Hæ? Já, Karl er bara komið fram úr. Karl er komið fram úr. Og hann er bara farin að stinga hana af. En þá er Hinrik. Hákon Darri komið fram úr líka. Hákon Darri er búinn að vera í öðru sætinu nánast alla keppnina. En það er annar mál. En það er nú Hinrik sem ætlar að sækja á Lydiu. En nú skulum við kíkja á Hákon og Högna. Þetta er ótrúlega trikk í beygja hérna. En svo er fínt að fylgjast með það eru 6 sekundur í Karl. En þeir Hákon og Högni eru að berjast og það er verið að verjast og sækja og verjast og það tapar tíma á því. Og meðan Karl hefur bara þessar 6-7 sekundur fyrir fram að sig. Högni er bara að loka hægri innri og enn bremsar tölvert fyrr. En þetta er ekki betri línan. Högni hefði þannig að geta að loka á hann en missir hann fram úr sér hér. Hákon er komið fram úr. En þá, hvað ætlar Hákon að sýna það að hann sé einn af þeim allra hröðustu sem að fást í þessa keppni. En Högni er ekki búinn að sleppa honum samt. Nei. Hann er ekki búinn að því. Sjáum að síðasti tíminn hjá honum Högna er alveg töluvert verri en að hringur 6 heldur en hjá honum Hákon sko. Hann munar alveg heitli sekúndu á honum, það er þá sem hann sækir á hann. Og Hinrik er komið fram úr Lydiu. Einn daginn var ég búinn að setja inn svona purple sektora og green sektora fyrir ykkur. Það er alltaf leið. Purple, svona fjólublá og græna sektora. Tímatökursvæði á íslensku. Við erum að sjá Högna hanga í honum. Lydia Rós er nú ekki langt frá honum. Hinrik hérna í 5. sæti. Nei, Hinrik var að en mest spennandi hérna fram úr henni. Var hann í 1. sæti. Ég get svo svarað ég heyrði grjótið bankast upp í botninn á bílnum. En við sjáum bilið í Karl er ekki að minka. Þetta er of vítt. Nei, sjá hann. Hérna, fíla þessa stæla hjá Högna. Hann þvingar hann bara til að taka beygina víða og núna eru þið tveir að fara saman inn í loka beygina hérna. Og Högni er bara með rönnið á hann. Nei, hann er ekki með rönnið. Hann var með þrengri línuna en Hákon var með rönnið. Hákon var með hraðan, leiðin út úr beyginni. Högni hendi sér beint fyrir aftur hann, beint í slipstreamum leið og hann hefur tíma til og skýtir sér svo aftur út þegar hann búinn að bæta sér smá hraðan.
tekur innri og þú verður að bremsa setna núna. Þeir bremsa bara á sama tíma. Og Hákon fyrir verulega vítt. Ef þið sjá að Karl er að græða þarna sekundu á þessari baráttu. Já. Þeir eru alltaf að taka, sko, Hákon er búinn að þurfa að vera í baráttu Bara alla þessa keppni og alla síðustu frá keppni. því, já. Þegar ef að maðurinn fer, sko, í gegnum báðar þessar keppnir án þess að krassa, þá Olli hérna á chatinu segir hæ Olli. Já, ef hann ætlar að, fór hann smá víður hérna. Nada. Já, ég ætla að benda ykkur á gta.is/íslmót geti kosið þann sem að ykkur þykir bestur. Lydia hérna, hún hengur bara í Hinrik á meðan Högni vill fá sætið sitt aftur. Það eru að korter eftir. Kalli 5 sekundum á eftir öðru sætinu. En ef þið þurfa að berjast aftur og þá spurning er Karl að fara að græða einhverja fleiri sekundur. Og því Karl er bara ekki með næstu bílar fyrir framan hann eru þessi bílar. Hörru! Nei! Högni missir það! snýr! Högni snýr! Og þá er Kalli Karl kominn. er komin alveg í hann! Ekki alveg, ekki nóg. Hann heldur þessu. En nú er Hákon farinn. Hákon bara alveg laus við alla traffík núna. Korter til þess að keyra bara í hreinu lofti með engan að stríða sér. En Högni er komin í allt aðra baráttu. Baráttuna að halda öðru sætinu hjá sér. Högni þarf á öllum stígunum að halda sem hann getur út úr þessari keppni því að í fyrri keppninni lendir hann í óhappinu, snýr. Ég veit hins vegar að Högni hefur ekki æft sig pínulítið. Ekki einu sinni pínulítið frá því við kepptum síðast sem fyrir nokkrum vikum síðan. Þannig að hann byrjaði að æfa sig fyrst í dag, þannig að gefa honum þá afsökun. Ja, hann hefur hann ekki næstu keppni. Streymið eins og við sjáum niður hægra horninu skilti dyrt af Kísildal. Kísildalur er búinn að vera að skaffa okkur ýmsan tölvubúnað og afslátti tengda þeim tölvubúnaði. Þá kíkjum við á örsnögt á Hlyn sem að langar að komast úr neðsta sætinu. Langar að taka fram úr honum Alexander hérna sem að veist alltaf ekkert að er búinn þægilega eins og staðan er núna. Besti hringurinn hans Hlyn sinna 1.52.2 og hann nei, Alexander heldur innri línunni. Það er ekki langt á milli en litlu munnaðir myndu snertast. En sjáum hérna Högni er að bilið í Hákon er komið undir 6 allavega. Hlynur ætlaði fram úr, var komið fram úr en Alexander segði nei takk samt og fór bara aftur fyrir framan hann. Svo ég minna bilið á milli þeirra er 0,3. Alexander eins og Aron sagði áðan, hann er einn af þessi 9. Þetta er skipti sem ég sé að gera og hann má alveg eiga það, hann er búinn að gera hörku, einhver mistök en svo sem alveg við því að búast. En Hlynur treður sér hérna fram úr. En þá sjáum við bilið Kalli 2 sekundum á eftir Högna
og biðlegur á Högna, komið aftur í rúma 6 sekundur í Hákon. Að það er eins og þetta er að spilast núna, þá þarf bæði Högni og Kalli að treysta á það að einhver gerir mistök ef þeir ætla að ná honum Hákoni. Við sáum að Hákon og Högni áttu í hörku baráttu þangað til að Högni missi bílinn og þá Hákon þakka bara pent fyrir sig og stingur af, setur hraðasta hringinn og er núna að fara fram úr það var ekki að fara fram úr neinum. Nú er Hákon Darri að setja hann að hraðasta hring og ætlar að tryggja sér þar með 1 auka stig. Þeir fá allir, ekkert allir, þeir sem ná hraðasta hringnum. Allir sem ná hraðasta hringnum. Sá keppandi sem ná hraðasta hringnum, hann fær 1 stig fyrir það. Fallegar bronsfelgur á þessum bíl hjá honum, Hákon. Valli 90 segir sögur hermað Högna hafi látið setja simracing í stýri í Teslunum sína til að viðhalda sér í æfingu í raunhumunum. Já, það kemur bara ekkert óvart. Hann er líka með skjá þarna og svo situr hann bara út í bíl og fer ekki neitt en þykist vera að keyra. Já, ætla hann sé að spila þá í Teslunni sinni núna. Já, hann er í Tesla herminum sínum. Já. En við sjáum að Hákon er komið núna 7 sekundum á undan Högna. Það þarf eitthvað stórkostlegt að gera til þess að það breytist. Kíkjum við að sjá hverjir eru búin að fara í pit. Fáum að poppa það hérna upp. Það er bara Hlynur Már sem eru búin að fara í pit. Já, það er eftir að hann krasaði. Spurningin er, þurfa þessir keppendur að fara í pit fyrir? Við veitum ekkert það sko. Ég hef ekkert prófað að tekja neina séns á því, en ég veit ekkert það. Mögulega verður bensínlaus. Mögulega ekki. Er allir að spara bensín smá? Er Karl að gera það til dæmis? Er Karl ekkert að reyna of mikið að ná mönnum fyrir fram að sig, skilur, að komast á Hákoni eða honum Högna? En bara ekkert stressa honum við það? Jú, hann reyndi búin að minnka bilið hérna niður í 3 sekúndur, það voru 5 sekúndur í hann Högna áðan, en Högni er hins vegar búin að lengja bara bilið eitthvað í hann Hákon að keyra alveg eins og raketta. Já, bara Hákon er komin í einhverja tímatöku akstur hérna. Hákon Jökulsson, já, skellir ræðinum besta tímainn á hring nr. 12. Já, ég hefur ekki betra að gera svo sem heldur en að vera að setja þetta hröðustu hringi. Hring nr. 12 af 17 stóðna, ég veit ekki hvort það er 17 aftur að standast eða ekki. Það er óverlegið eitthvað áætla einhverja hringi á menn hérna. Og það veit engin hvernig svo reikniformúla er. Allan eftir að sjá hvort hún standist. Það getur nú alveg staðist, það eru hérna, jú, það getur alveg staðist. Já. En þægilegt bil á milli allra manna núna er raun og veru að Allra keppenda, er það ekki? Já, Hákon búinn að stinga af. Kalli þarna er 3,5 á eftir Högna. Svo er 11 sekundir þar í Hinrik sem að hefur 7 sekundur á Lydiu. Það fekk upp líka einhverja meldingu um það. Það hefur verið snúningur hérna. Ingu Jón fer hérna og Þarna er það, snýr bílnum sínum. Aðeins og snemma á bensíngjöfina. Komur aftur yfir á Hákon. 22 mínútur liðnar að þessari keppni. Það er 8 mínútur eftir, þannig að mæli með að opna bara síman, fara á gta.is, / Íslmót, velja það sem þið þykir bestur. Ég veit hvað ég myndi kjósa ef ég var að fara að kjósa, þá veit ég alveg hvernig ég myndi kjósa. Þú mátt ekki kjósa. Nei, ég má aldrei neitt. En er það mægt að fara að kjósa hérna? Nei. Útsendingastjóri og keppnistjórar og eitthvað, nei, við viljum ekki því. Það er eitthvað dularfullt við það. Og Já, einhver sá Hákon, það. hvað ætli Hákon gerir? Setur hraðastarhringinn aftur. Ó, guð, hvað gerist? Hvað? En þegar Aron fær einhver takkavöld, þá fer hann bara að gera eitthvað. En það er lítið eftir, það er 5 mínútur eftir. Ég verða viðurkenna, ég hálf vonast til að fremstu menn fara að vera bensínlitlir, þannig að við fáum einhverja smá spennu í þetta í lokin. Lydia komin inn í pitinn. Hún hafi orðið hafi lent í einhverju, sérðu hvort að Lydia hafi lent í einhverju.
Já, það er eitthvað hérna skráð á hana hérna. Einhvers konar, já, það er bara hún að fara í pitt. Já, spurning hvort að Hún ætlar að sækja sér bensín og vera örugg með það. Eyjólfur fyrir líka inn í pittin. Það er ekki svo sem að sjá í fljótu bragði að það sé eitthvað að eða þau hafa lent í einhverju í raun og veru til þess að þurfa að fara í pittin. Það mér þykir líklegt að þau séu bara að sækja sér bensín. En Linur hérna farin að sækja á Ég hef heyrt keppendur tala um það ef að hérna brautirnar séu mjög langar og þú eru mikið að vera á bensíngjöfinni lengi þá þurfum við að taka bensín sko. En ég segi, veit ekkert um það, sjáum hérna Hlyn. mjög aggressíft. Aðan Inga Jón býr bara til plásið, ætlar ekkert að vera að berjast við hann hérna. Nei, Enda Hlynur sýndi það síðustu, nei, þarna Jú, Inga Jón, já hann heldur sér nú í lagi, heldur bílnum inni, hann snýst ekki, engin vitleysi í gangi, vel gert. en við sjá Hákon er komið með 10 sekúndna fórskot. Þetta var ekki alveg takkið sem ég ætlaði á. Þarna kemur það. Þetta er bara 1.50, 1.50, 1.49, 1.50. Já, hann er náttúrulega einni þarna 1.49 sem Já. er gott. Kíkjum hans á Kalla hérna, lögum að sjá tíman hans Högn er Kalla. hann er bara 1.51 síðustu 4 Kalli ringi. eitthvað farið inn í eitthvað í 49 hérna síðustu ringjum. 52, 51. Karl, Högni, nei Hákon hérna að setja hraðasta ringinn á eftir hraðasta ring. Auka bíli 10 sekúndur í Högna. Kalli 4 sekúndur í þriða sæti, nei í annað sæti segi ég. Annars er þetta bara voðalega þægilegt hjá öllum. Getum kíkt hérna fylgst aðeins með honum Hákoni hvernig hann er að taka þetta. Og vera voðalega lítið að gera hjá dómnefndinni í þessari keppni. Það var þurfti allavega að dæma einu sinni í síðustu keppni. Jú, Hákon er að fara inn í pittin. Hákon er að fara inn. Nei, hann snýr! Fyrsta sæti snýr og leiðin inn í pitt! Fáum aftur hérna skotið innan í honum bara. Hann er hérna pikk fastur á milli veggja. Þetta er eitthvað í Austin Powers. Bíllinn er að fara í skrall við þetta sko. Ó, hann sjáuðu mér þess að splittir hérna framann, beglaðist alveg helling. Högni Ingevarsson kominn í fyrsta sæti og hérna sjáum við Karl, hann er í öðru, Hákon er í þriðja sæti. En hann þarf bensín og hann virðist hafa nauðsynlegt að taka bensín eftir aksturinn á honum. En þetta, sem betur fyrir hann, það er fast repair, þannig að hann þarf ekki að bíða þarna í haug og tíma eftir að bíllinn verði fái hann viðgerðan. En augljóslega búinn að tapa gríðarlega miklum tíma. Hasland er að segja hérna hann hafi verið pitt fastur. Rétt, hann var pitt fastur þarna, alveg pitt fastur. En þá er spurning, var Hákon bensínlaus, eða verða bensínlaus? Ég er farin að halda það. Karl og Högni að fara að verða bensínlausir. Eða er Karl búinn að vera að spara bensín og þess vegna ekki búinn að vera að sækja svona hart á þá eins og ég hefði búist við frá Karli. Það kæmi mér ekki óvart og ef hann er að reyna að spara, en ef hann ætlar að ná fyrsta sætinu og er búinn að vera að spara nægilegt bensín núna, þá er núna tækifæri til að fara að setja bensíngjöfin í gólfið. Já. Og sjáum Hákon endar í 4. sæti eftir þetta pitt ævintýri sitt. Austin Powers er gríðarlega stoltur af þessu. Kosningunni er lokið. Það er búið að ákveða hver er bílstjóri dagsins. Var þetta þú að gíska, Rúnar? það Ég ekkert svoleiðis? myndi, og fyrir mitt leyti, myndi ég segja að fyrir utan þessi mistök, þá er Hákon búinn að vera algjörlega ökumaður dagsins. Það er þannig. Hann var kosin ökumaður dagsins. Og enda búinn að gera ein mistök sem að muni líklega stverða honum mjög dýrkeypt. Það sem að spurning hvort hann ná að sækja á Hinrik og komast á pall allavega. Asland er að tala um á chattinu á okkur að
hann hafði heyrt það að pitturinn væri virkilega trikki og fólk væri að æfa pittleinið alveg sérstaklega fyrir keppnina í dag og það getur alveg vel passað þér. Ég kannast alveg við það að vera að fara inn aðeins og hratt og mist bílinn hana nokkur sinnum. Það er líka grimmur veggur hana. Þannig að maður er alltaf En við sjáum auðvelt að rústa bílum hana. Kalli er komin í 3 sekúndur. Ég held að það sé rétt hjá þér. Ég held að Kalli sé búinn að vera að spara bílinn og ætlar að þrum honum seinustu hringina. Já, ef hann getur, en það er spurning með bensínmagni hjá hann þarf að fylgjast vel með því. Já. Hinrik, væntanlega, sparmaskínan okkar, búinn að vera að spara bensín allan tíman. En hann er sekundu á undan Hákoni sem að ætti að vera með meira nóg á tanknum sínum eftir þetta pitstopp sitt, en svo er bílið í Högna komið undir 3 sekúndur. Högni er að sækja á hann, það komið undir 2 sekúndur núna. Nei, í 2 sekúndur. Já. Þetta Úff! Veit ekki hvort þið heyrið þetta í útsendingunni þegar hann slætar og lemur sér yfir körpinn og heyrist ískur og læti. núna er allt í hvínandi botni og bílið 1,7. Hákon komin í 0,8 á eftir Hinrik. Spurning hvort að Hinrik sé búinn að spara nóg bensín eða þurfa að spara meira og hlaupa Hákoni fram á sér. Já, það verður spennandi að sjá, eða bara hann þarf náttúrulega í rauninni bara að halda honum eins mikið hann getur ef hann er búinn að vera að spara bensín á fullu þá bara að reyna að vera eins mikið fyrir honum hann mögulega getur. Kalli er komin í sekunduna. Það er, sko, mér langar að sýna ykkur Hákon, kíkjum bara á Hákon hérna örsnögt. Við erum að loka hring, hann hvít flagg hérna. Hákoni bara að sækja á Hinrik, þannig síðasta hring, ætlar að reyna að ná 3. sætinu, en hérna er þetta. Þar er komin í, ég veit ekki hvað ætlar að segja íslenska orðið fyrir diffuser er, en það er Hann er komin í, já, diffuserinn hjá honum bara. Vindbrjótarinn hann aftan. Já, neðri aftari vindbrjóturinn. Þetta er þægilegt og auðvelt að koma því út af sér. Hákon er komin upp í 3. en Kalli Hákon hafði náttúrulega tróðið sér þarna fram úr Hinrik. Hinrik, við vantilega snúið þarna einhverju. Hversu mikið er eftir að klukkunum? Við erum að loka hring. Við getum eiginlega ekki kíkt á Hinrik. Nei, og það er hérna. Ó, mikil spenna í gangi hérna. Karl ætlar að reyna að ná hraðanum út. Og nær hraðanum aðeins út, er í draftinu en ekki nóg samt til þess að draga vel á hann. Hengu gjörsamlega. Hangir í honum, Högni, nei, lokar ekki innri en sér það að Karl er ekkert að fara að sækja þarna en þetta er stórhættuleg beig til að reyna að fara fram úr. Alexander komin inn í pittin, líklega bara því hann er bensinlaus, ætla ég að skjóta á þess að ég hafi hugmyndið það. En Karl komin hérna, hann er komin fram úr honum og Högni ætlar hann að svara strax, bara nálægt hver öðrum. Það er lítið eftir, það er eiginlega rosalega lítið eftir og Karl, ég held að það sé bara hárrétt hjá hann hefur verið að spara svo þegar hann sér það lítið eftir að þá er bara allt í hvínandi botn. En það er fróðlegt að vita af hverju Hákon fer í pittin, hann hlýtur. Hvernig var bensinni, Kalli? Ja, Það voru 0,3 lítrar eftir, en þér. Æpur. Ég kláraði það eftir sem keiri náma þegar það stróknum. Nei! Ég vissi að ég hugsaði, það eru fyrstur hringitin hjá honum, hann mun falla á þeim, sko. þannig eru það Kalli hefur hugsað þetta. Rosalega keppnisfrákar. Kemur, ég meina sem það alveg geta verið, sko. Það munar ekki miklu. Það verður... Nei. Þá sjáum við Lidíu núna að vera hérna rúllinn í 5. sæti. Liðnir þar á eftir. 7. sæti er hans. Yngvi Jón, Eyjólfur og Alexander, þeir eiga allir eftir að klára. Yngvi Jón
kemur hérna fyrir að rúlla sér í gegnum startlínuna og skila sér heim í 7. Ára Eyjólfur næstur á dagskrá. Hann kemur hérna þægilega í sólsetrinu, huggulegt. Brautin svona fallega rauð þannig. Ja, þægilegu sunnudagspildur hjá honum. Rúllar sér yfir línuna og þá vantar okkur bara eitt stykki Alexander Takk fyrir stöðustrákar. sem ákveður að snúa. Já, takk sem við leiðum. Fallegt 360 hjá honum, já, byrjaði á að snemma kúplingunni. Alexander, næst, vertu á kúplingunni. Takk fyrir Bíddu, keppnina nei. bara. Þetta var fyrir þetta. Þetta byrjaði að fagna spólam. Rosalega henni við kemur síðasta. Þannig að nú ætlum við að sjá eitthvað hérna með Hinrik vera út af að leika sér. Áram fór bara spólaði tilbaka á Hinrik og lét svo hverfa og ég veit ekkert okkur vorum að horfa á Hinrik. Það Hinrik var að snúa hana. Já, hann snýr eitthvað smá en við fengum ekki að sjá það, við fengum bara að sjá hann út af. Hérna er snúningurinn, þarna, Jæj! lenda saman aðeins. En það breytir ekki miklu það sem að hann hérna skal ég segja ykkur Hlynur tapaði svo sem ekkert á því, hann átti 3. sæti. Og þá er spurning hvort að við hendum bara í eitt svona og fáum að sjá hérna niðurstöðunar. Karl tekur 1. sæti, nær í á loka hringnum tekur Hákon sem 0,1 á eftir. Hlynur Már í 3. sæti, Högni í því 4., Hinrik í 5. sæti, svo komið Lydia, Eyjólfur, Alexander og Yngvi sem að byrjaði þessa keppni fremstur. Hann endar síðastur í þessari keppni. Nei, þetta er niðurstaðan. Síðan áðan er ég eiginlega nokkuð alveg vissum ef að Aron geti. Já, ég er að sýna þér hérna. Þetta ætti að vera eðlilegra. Þetta er líkt í, það var að Karl fyrstur. Þannig er hann að Högna og eins og við heyrðum þá var Karl hugsaði vel út í bensinni sitt og nær Högna þar sem að Högni var orðinn bensínlaus undir lokin. Hákon sem að var líklega bensínlaus hittar á 3. síðasta hring og lendir í að snúa í pittinum og endur á að vera eins og Aslandi sagði, þá var hann pittfastur þar en nær þó að halda 3. sætinu þar sem að þeir voru 3 búin að slíta sig þægilega frá restinni. Hinrik í 4., Lydia í því 5., Hlynur í 7. eftir að hann lendi í smá basli hana í byrjun, snýri bílnum og klæst á vegg og eitthvað svona skemmtilegt, þetta pitta snemma. Svo er það Eyjólfur og Alexander kemur heim í 9. sætinu. Frábær akstur hjá Alexander með það að hann er nýbyrjar. Hérna sjáum við Hinrik vera að henda sér í hringi. Og hér sjáum við þá stöðuna eftir fyrri umferð. Nei, þetta er bara seinni umferð skil. Ok, frábært. Það er að sjá Aron á reiknivélinni. Það er rosalegt að fylgjast með þessu. Hann er með svona gamla reiknivél sem er svona pappír sem dælist út. Það er bara Þetta er geggjað að fylgjast með. Það er nánast meira spennandi heldur en seinni kappaksturinn. Ég var eiginlega vonast til þess að stíginn myndi eitthvað vera aðeins öðru til þetta. Þegar ég gerði þetta. En við sjáum miðað við þetta, þá var Alexander að vinna incident keppnina, fekk 13 púnta. En svo vissulega eftir að vantar aðra keppnina þarna inn. Svo við fáum kannski að sjá heildan niðurstöðuna eftir 2 keppnir. Aron er á öðru 100 að vinna í þessu.
Já, ég er að reyna að fá rétt stig hérna á alla... Þetta var hít 1. Feature. Gerum við svona bara... Held þetta sé að fara... ganga hjá mér í þetta skipti. Hérna. Og save. Og staðan, refresh. Ekki. Það er að fá sér öflur í refresh taka. Veit ekki alveg af hverju... Jú, amen. Add entry. Nei. Við sjáum það vantaði 3 ökumenn í dag. Viktor Böðars, Jökull Einars og Geir Loga Þórisson. Þeir vonandi láta sjá sig í næstu keppnum. Á meðan aðrir eru búin að vera duglegir, það kannski kemur ekki mikið að sök þar sem að, eins og ég sagði hann, og þá er þetta 9 keppnir og 6 hröðustu gilda. Þannig að ef að þeir mæta í rest og verða óvarlega, þá gæti að hjálpa þeim. En við sáum að þessi 3, Karl, Högni og Hákon, þeir voru eiga eftir að vera mjög erfiðir fyrir keppendur. Og er Aron farin að gera 3-4 hluti í einu. Þannig að við verum bara rólega hérna. Það er allir ökumenn frá Íslandi. Kemur ekki mikið á óvart. Og svo er náttúrulega til mikils að vinna í þessu. Sigurvegurinn á þessu móti fær 100.000 krónur. Annað sæti eitthvað 50 og þriðja sæti 25. Ég held ég sé ekki að ljúga mikið af ykkur með því. Og við sjáum ég Við erum ekki bara að senda fólk inn á síðuna. já, Það er aðeins svo mikið í gangi í haustum á mér núna. Við þegar að setjum stígin öll saman inn, við þurfum líka að fá þau staðfest. Dómnefnd og svona. Þau verða komin inn eftir svona 20 mínútur hálftíma inn á gta.is/isl-mod. Þar komist í allar þessar upplýsingar. Hvernig þetta hefst allt saman. það er líka dagatal sem ég geti séð. Þá geti ég séð allar keppnir, bæði F3 keppni og upplýsingar F1, bæði í PlayStation og í PC. Ásett fleiri keppnum ef það er verða. En þá held ég að Það er einhver keppni okkar næstu sunnudag. já, við þurfum ekki að bíða lengi. Ég held það. Það er einhvers staðar hana. Það stótti, ef það var í kosningum maður chatsins, þá var ég Aslandir hotti þar efstur. Ég ætla að setja upp mitt eigið svona kerfi þar sem við dæmum hverju bestur á Twitch chatinu og Aslandir fær 25 stig í dag og Helgi, við gefum Helga annarsæti bara því ég sé hann á þessi chati. Klárt mál. Við þakkum ykkur endilega fyrir farið inn á gta.is/isl-mod. Það má sjá hérna niður í hægra horninu. Það er eins og segja allar upplýsingar og staðfest stig líka. Ég er staðfest. Já, Það er staðfest. Takk fyrir. takk fyrir kaffið. Næst.
Við sjáum grænt, grænt, grænt. Jú, hann er búinn að byggja alltaf. Sóið Hinrik. Það er gaman að sjá einn. Nei, hann missir hann. Akkurát. Mikið hraðar út. Nei, maðurinn á sóið þennan.